þorpið í, velkomin sértu þorpið í, velkomin þorpið í. Stöndum upp fyrir Þórsara, Þórsara, Þórsara. Stöndum upp fyrir Þórsara, upp fyrir Þórsara. Gamla góða stefið, gildir hvað sem allir geta gefið meira af sér. Áfram veginn eina, eins og plónfari, alla leiðir meina. Hér Þórsari. Deyja fyrir klúbbinn, na 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 na. Deyja fyrir klúbbinn, na 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 na. Deyja fyrir klúbbinn, na 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 na. Deyja fyrir klúbbinn, na 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 na. Það að koma skilaboð, skilaboð, skilaboð. Það að koma skilaboð, koma skilaboð. Þórsarar voru að skora mark, skora mark, skora mark. Þórsarar voru að skora mark, voru að skora mark. Gamla góða stefið, gildir hvað sem allir geta gefið meira af sér. Kristi Þór Óskarsson, þjálfari, sjöttaflu Skanna. Kristi, það stendur mikið til. Já, nú það góða mót sem allir búin að bíða eftir í allan vetur. Þið þokkalega undirbúin? Já, við erum búin að æfa vel í vetur stelpurnar og bara spenntar og klárar í þetta. Þetta alvöru? Þetta HM fyrir þær, það bara hannig. Stóru mótin. Kristi, þú náttúrulega, þú ert ungur ára með þá og hefur alist upp í þessi góða mót. Þannig að þú skilur alveg spenningin á stelpunum. Já, ég skilja fullkomlega. Það nú ekki það mörg ár síðan að maður var í þessu og þetta bara toppurinn á þessu þegar maður svona ungur. Þetta var ekkert í gamla daga þannig sko, það er ekkert langt síðan. Nei, það ekkert mörg ár maður. Maður eftir öllum mörgunum sem maður skoraði og öllu saman sko. Og kannski líka einhverja sóknir sem hafa klúðraðir. Já, maður það frekar held ég bara. Eitthvað. En hvernig stemmingin hjá krökkunum? Eru stelpurnar spenntar? Já, ég held að það séu bara mjög spennt að vera þessu, það ekki? Kristi, ég ætla aðeins að fylgjast með ykkur og þetta fá að spjalla við stelpurnar eftir augnablik. Já, endilega. Takk. Hérna eru stödd á æfingu. Það er að byrja æfingi á sjötta flokki kvenna. Það er stórmót í vændum, það er goðamót. Er spenningur á hópnum? Já! Er búið að bíða lengi eftir þessu móti. Hvað heitir þú? Áslaug. Áslaug, hefur þú keppt á goðamóti áður? Já. Þannig að þú veist alveg hvað þetta ertu ekki spennt þá? Jú. Þetta verður eitthvað gaman? Já. Hvað heitir þú? Hefur þú tekið þátt í goðamóti áður? Já. Og spennt? Já. Segðu mér stelpur, eru búin að æfa eitthvað sérstaklega mikið fyrir þetta móti eða er þetta alltaf eins? Hvað heitir þú? Karlotta. Og er þetta alltaf eins eða eru búin að æfa eitthvað sérstaklega vel fyrir þetta mót? Ég veit það ekki alveg. En hvað er það sem er mest spennandi við goðamótin? Hvað heitir þú? Ég heitir Rannveig. Hvað er mest spennandi við goðamótin? Bara að keppa. Það er að spila fótbolta? Já. En svo fáið þið brynniði svo eitthvað svolítið líka? Þeir eru ekki spennt fyrir því? Jú. Það er töluvert. En segðu mér hérna, hvernig þjálfari er Krissi? Hann er bara góður. Fínn þjálfari. Krissi er náttúrulega ekki einn, hann er líka með Garðar með sér í þessu af og til. Hvað heitir þú? Hvernig þjálfari er Garðar? Hann er bara mjög fínn. Þetta eru mestu gæðaskinn báðir tveir. Já. Stelpur, hérna, vitið hvað liður að koma? Þið eru kannski ekkert að spá í því, bara bjóða alla velkomna. Já. Ef að kalla hátt og skýrt og bjóða alla velkomin til ekkur og segja velkomin og góða mót. Já. 1, 2 og... Velkomin að góða mót! Þetta var alvöru. Stelpur, gangi ykkur vel. Gamla góða stefið, gildir hvað sem allir geta gefið meira af sér. Áfram veginn eina, eins og